við kynnum beint úr kompunni Karlakofan. Ok, hvernig fæ ég peningi fyrir að segja þetta? Nei, aldrei. Þú farið ekki pening. Já, verið velkomin í Karlakofan. Shit! Arnmundur, ég nú bara að segja. gerðum við hlær svona, það pínu creepy, sko. Já, Það ekki creepy. Maggi, það líka frekar creepy þegar þú ert nývaknaður. Já, við erum alveg nývaknaður. Sko, Klukkan núna, hvað klukkan Og sagt Klukkan bara 11. Þið minnir mig- Klukkan 20 myndir 12. já, við erum að taka upp aðeins öðruvísi tíma. Við erum að taka upp morgunin. Mér líst vel á það, ekki Magnúsi. Hann vaknaði fyrir hálftíma. Þurfti að ég vekti hann með því að hringja hann og segja hei, Maggi, við erum að taka upp Karlakofan. Þó ég sendi hann að skilaboð í gær og við erum að gera það. En það skiptir ekki máli. En já, En ég var að gera annað. Við skulum ekki fara í þetta, sagði ég. En þetta minnir mig nefnilega á það, Magnús, að þú lítur ekki vel út þegar þú vaknar. Við erum í grúppu á Duo. Þannig þú sendi myndir þegar þú nývaknað. Þetta var bara hræðileg mynd. Arnmundur, maður sem spurði veitt samt með Já, þetta er svo. Og hvað í fokkanum meinar þú með grúppu og ekki hóp? Já, hóp. Arnmundur? Já. Grúpa. Hvað meinar þú með mynd af Magga? Ég Kannski setur hana inn á Instagramið? En á grammið, já, Twitter kannski. Jú, Hvað meinar mynd af Magga? Já, það var... Ég ætla að checka. Já, við erum hérna sko Þetta er ekki símatími. taka upp. Já, og líka þegar ég var mjög þreyttur var líka tekið með. Ég hendi þessu bara inn á samfélagsmiðla þegar hún er búin. Já, ég á ekki samfélags. Já, Úlfur, ég svo bara sendi Úlfur. þetta í ykkar skilaboð. Úlfur. Við erum í upptökum núna. Já, Ok, Ég við veit. erum bara að fara í liðið og svo enda þáttinn. já, herðu, en þarna... Ég verð ekki að fyndin í þessu umræðu þetta hérna. Nú, hvað? Ég kláraði Forrest Gump í gær. Og þú hataðir hana. Mér finnst endurinn mjög Disappointed. Oh my god, Maggi. Hann kom svona... Það segir líka vonbrigði, íslenska. Nei, ég er að grínast. Íslenska. Þetta var bara mjög fín mynd. Já, 8/9. ekki prófa að spoila svona nokkur þökkunni fram í tímana ef þið ekki sé myndina því að Maggi er alltaf að fara að spoila hana alla núna. Já. Arnmundur, ætla þú ekki að segja svona kenningu? Skulda, reyndar ekki Ætla- spoila. Ætla þú ekki svona að segja? Ætla þú ekki að segja svona kenningu þína Bara við getum Jú. þangað. að Bubbi Mortens Jú, getur jú. séð 1 ár fram í tíman? Sko, já, ég fekk hugmyndin í kenningu í gærkvöldi. Það er þannig að, sko, ég var bara að segja þetta í því þætti, en þarna Bubbi Mortens, það var ekki að gauðra til þetta og segja, hei, getur þú og Megasir gestir í næsta þætti í kvöldi gig? Og hann sagði nei. Ég hef það kenningu, hann fer 1 ár fram í tíman út af með Auði. Hann sagði hann vill ekki vera með Auði vegna þannig kynferðisbrotamaður. Hann fer 1 fram í tíman og segir, Ingo er orðin kynferðisbrotamaður, ég ætla ekki að mæti þáttin til hans. Þannig að, og allir vita að Bubbi Mortens hatar kynferðisbrotamann. Hann myndi öll að vennilega segja já, hann fór í heima með Helga og eitthvað, nema hann hatar bara Megas rosalega mikið. Helgi er meiri sko. Já. Ert þú að segja að Megas sé kynferðisbrotamaður? Nei, ég er að segja Megas, að Bubbi þjóðargersemi, ég er Mortens ekki kynferð. sér 1 ár Megas fram í tíman. meistari, ég er að segja þér. Megas er Sagði keisari. Mattías á meðan að sleikt í mikrofónin. Afsakið, það bara, ég bara á erfitt með að stjórna mér. Já. Hörðu, já, Það er þetta popfilterinn. já, hörðu, sko, þannig er að við þurfum ekki að nota popfiltera, nema bara kompan mælist ekki með þér, nema okkur finnst það betra núna og þeir eru alltaf bara vanir að græja þetta fyrir okkur, nema við kunnum það ekkert, þannig það er allt í rugli með það popfiltera, afsakið vond hljóð. Þess vegna það.
Herðu, en þarna mér langar svolítið bara, ég glemdi að segja þetta í síðast þætti, en það við síðastliðin föstudag þá var Magnús eitthvað staðar út af landi út af veiða og ég, Úlfur og Mattías fórum saman í Kringluna og þetta hérna var versta kringluferð sem ég mun þetta var besta kringluferð og hún verður bara, ég held að ég mun aldrei fara í verri kringluferð en það sem gerðist þarna er að Úlfur það gerðist eitthvað við Úlf við fórum inn í Hagkaup hann náði eitthvað barnahjól og var að hjóla í kringum alltaf barnahjóli og mann allir voru að horfa á hann það var þroskaheftur síðan var hann að leika sér að barnasvæðinu og hann var að hlaupa inn í eitthvað skartgripabúðir og var að hoppa ofan á það og þetta var bara alveg skartgripabúðir já var ég að hoppa á skartgripi já mannst ekki það er einn fastur upp í raskatniðinu. Þetta var alveg hræðilegt hvaða búð var þetta? Ég hef núna á tilfinningu að þú ert eitthvað að skálda með eitthvað skartgripi þú veist þetta er eitthvað svona skálda með skartgripi nýja útvarpsleikur til að krakkar úr þetta var hljómans útvarpsleikur til að krakkar úr þetta var eitthvað búð sem seldi líka skartgripi það er slögt á mikrofónu hvaða búð var þetta? Þetta heyr svo rosalega mikið þetta var þetta ekki að búða með hliðina Hagkaup ég veit hvað hann heitir hvað var það? selja eitthvað nei, ekki hún, þetta er hinum einn við hana ekki hjá inngangunum, heldur hinum ok, þess að gefa hljóði hjá Magga verður mjög það er alltaf mjög leiðilegt umræðefni við erum ekki að rífast hvað búðu við hlýna Hagkaup í Kringlu nei, það var skóbús það er 66 gráður norður nei, er það heilsuhúsið, er það ekki? nei, það er að selja eitthvað glös og líka eitthvað það var ekki hönnunabú, nei, Epal Epal, já það fórum í þú varst eitthvað að hoppa það er ekki við hliðin hjá, það er einn búið á milli ég er bara þetta væri æðislegt að sjá þetta myndbandi við tókum upp eitt á myndbandi við tókum upp eitt þar sem ég fóri inn á barnaleiksvæði kannski dreifið því á Instagraminu við gerðum það já, ég sá það ekki og ég sá mjög mikið eftir því að hafa gert þetta þegar ég var á staðnum ég skilði vel hræðileg kringluferð ég sá mér þessu eftir því þegar ég ætlaði að fara inn í krakkasvæði ég veit ekki hvernig það er mögulega hægt Arnmundur er núna áhugalaus þetta nei fyrir að þykjast að vera eitthvað nei, ég er bara að dæsa það sé hvað ég var að fatta við getum sett alla rattirnar okkar í þykkur hljóðskrá Úlfur meina hljóðskrá, Maggi meina og ég meina og Arnmundur meina það er þið skemmtilegt, þetta er rosalega góð yðsla á plássi já, við erum aldrei að fara að gera það, sorry Maggi, farði í sleik við mikrofónin nei, Maggi, hann er ekki með poppfólter þannig hann hljómar ekki að vel í honum, sorry sorry Bori það er bara svona er þetta svona er það eins og við það er svipað hinu hörmulega þjóðtíðalagi þetta árið nei, það er hættum að tala helvítur þjóðhátíðalagi hefur hlustað á það, Matti? Ég hef hlustað á það margóft en mér finnst það bara allt í lagi ég skil hvernig fólki finnst það vant ég skil hvernig fólki finnst það gott en við langar ekki að heyra ykkur við langar ekki að heyra eitt múk þetta af hverju getum við ekki bara að spila það í fæltum af hverju spilar það ekki bara nei, við erum ekki að fara að spila út af Maggi hérna er ekki að fara að brjála það ég skal leiða ykkur að spila það þið myndir fara að rífast hvort það verður gott að von nei, við getum bara að lofa þig maður verður að virða ef þið rífist þetta þá verður slögt á mikrofónum hjá ykkur öllum nema mér restin af þættinum það er dónaskapur nei, við erum ekki að fara að rífa ég er að grínast þannig, en hvað, já þannig stundum við getum þakkað í þér það er komin staðfæslinga því og please, þú veist, FNI ekki vera, þú veist, að senda okkur stefgjöld eitthvað því að banna að spila þetta lag, við eigum það bara við nennum ekki þannig kjaftaði, sko já, þegiði, af hverju eru til stefgjöld menna, af hverju þetta er höfunduréttur ef að fólk ef það er eitthvað maður sem býr til eitthvað mynd og hann, þetta er góð mynd mér langar svona enginn að sjá hann og hann er höfunduréttur en já, þetta var útúr
Einmitt. Já. Einmitt. Höfundur. Þú ert ekki að tala gegnum pappfilterinn. Já, mér alveg saman maður. Ég geta hljómar svo plumpur og glæða Svona. Núna verður þú að hætta. Ég bara maka poppfilterunum upp að Þegju! Maggi, má ekki. Má ekki, Maggi. Dónaskapur. Má ekki. Ekki láta við mig eins og ég sé hundur. Nei, vondur Maggi. Vondur Maggi. Vondur Maggi. Þú farið ekkert nammi í dag. Ekkert, engan hundamat í dag. Hvað meinar ég? Hvað meinar? Mamma, þú Ég ert get Maggi. stólist í skápur sko eins og ég vil. Ekki við læsunum. Það ekki lás á honum. Jú. Sjáðu, það lás á honum. Ekki þessi skápur. Jú, þá geimi þetta bara þarna inni og læsi þig. Það er þessi Bara þáttur. læsi þig í köpun. Það brist þú bara Ekkert mjög merkilegt komið fram í Nei, ég ætla að læsa þetta inn í kompunni. Þá Hvað verður þú að panta kompuna. Hvað hefur En þessi ég ætla að þáttur panta orðið? alla lausa tíma. Já, við skulum bara ansættar í Já, vassna. Herðu, en náttúrulega, já, þetta eru gamlar fréttir. Og já. þetta eru svona 3 vegna gamlar fréttir, maður sem segja þér. Og þetta er alltaf eitthvað. Ég er að reyna að festa þetta betur á. Ég er bara að reyna, þú veist, þetta er ekki fastið við. Ég held þú verður að tala sjálfa þig, Matti. Nei, en þið er alltaf því. Þú ekki snerta mikrofónu svona mikið, bara. Hvað er þetta lengur? Þessi þáttur eru basically við að laga popfilterinn okkar. Það er ekkert annað. Já. Ég skil ekki. Það var svona ekki fyrir en í 5. þætti þar sem að byrja að taka af popfilterina og byrja að geima þá. Af hverju vill fólk líka sleppa poppfilterunum? COVID. Ég held þið vita bara ekki að þetta sé til að gera hljóðið betra. Það er mikið mikra með. Herru, en já, má ég þetta segja gamla fréttir? Já. Þið eru allir búin að heyra þetta og eru alveg sama, en kannski ekki alveg allir hlustendur. En núna eru þið að segja, já þetta. En dóttir Karl Ágúst Já, þetta er góð byrjuð með Mattíasi í Hatara. Toppið það. Woo! Karl Ágúst Úlfsson er tengdapabbi Mattíasi í Hatara. Búningahönnur í Hatara er byrjuð með hugleik dagsinni. Búm! Toppaðu þar. Armundur Kalli er Armundur. betri. Búm! Nei, ekki. Wow. Og ég get toppað það. Herri, já, en þarna Daði byrjaði með Árnýju. Já, herri, eru þið búin að heyra þarna Og Daða búin að vera Árný? saman í Þið fóru ekkert til Íslands og Hollands út af Eurovision. Og þið voru í burtu frá íbúðinu sinni í Berlín. Og þarna, það er bara þvottavanlega, það lag úr henni að þið þurfum núna að kaupa nýja íbúð eða eitthvað. Bara, það var bara flæðið út allt þarna og eitthvað. Það er nýja íbúð. En ykkur er alveg sama regla. Þetta er nú samt svona Þetta er svona klassísku staður í íslenskri sjónvarpsögu, myndi ég segja. Oh my god. Askið. Þið eru rosalega seinheppin. Lendu þarna COVID og allt, sko, allt í rugli. Nú er þetta endalaust. Hættu. Engan dónaskap með Herðu, en já, ég er vegna þess að þið kompa. Hún er alveg full. Það er ennveit að bóka tíma, það er bara allt í rugli. Þú ert hættu. Askið, ég er bara að fatta, núna get ég gert þetta í, þannig að núna er þetta syngir. Já. En þannig, Núna já, fer þið þetta bara kompa, hring. hún er bara allt í rugli. Það er rosalega erfitt að bóka tíma. En svo, nei, við hefum sungið þetta áður. Við verðum að setja þetta inn sem sound effect. En þarna, já, og þarna, það er ykkur önnu, þarna, ég var að leita hvort það var ykkur fleiri kompið sem við tekið upp í. Það er eina bókasafn í Hafnarfirði sem er alveg hræðileg. Við mögum ekki fara þarna inn. Bannaði hann 18, ég held að þetta kostar. Það er erfitt að finna tíma, ég held að þetta sé eitthvað pingu lítið, bara eitthvað 1 mikrofón. Þannig að við erum aldrei að fara að taka þar, þannig að þetta hérna er okkar kompa. Yey. Úlfur, þú ætlar að segja eitthvað, það ekki? Þú veist með eitthvað sem þú veist að, já, ætla að býða með þetta að segja þetta. Já, þetta er sérstaklega hlutur sem við lákaði að tala um í síðasta þættinu, en ég glemdi því. Þannig að mér langaði sko að tala litla mannin, eitthvað 21 árs eða eitthvað, sem hefur Matti, hættu. Þetta er trublandi. Matti. Hættu. Þetta er ennþá meira trublandi. Please.
Þetta þáttur að orðið algjörst rugl út af þér. En já, þarna já, það var sko þannig að ég sá eitthvað á internetinu, eitthvað 21 árs gamlan svona gæja sem hafði þann sjúkdóm að hann hafði engan svona kynþroska, hann gat ekki þroskast meira, hann var bara fastur á þeim þroska þar sem hann var svona cirka svona 5 ára og þarna þessi gæi algjört krútt finnst mér og hann bara að borða pítsur á bíl og bara Ármundur, þú verður að tjekka á Instagram með hann sko. Já, hann íslenskur? Hann ekki íslenskur, hann rústenskur, hann heitir Hasbula. Já, hann, ég var alveg búin Vá, ég var að fá Matti fann að lesa hvað gerist á Íslandi 1980? Já, 83 Nei, þetta 80 Já, þetta 80 búin Já, það gerði alveg gömlega marg Hafið þið heitum Guðmund Sigurðsson? Nei, enginn hefur heyrt hann hann var lyftingakappi Já, ég veit ekki í það Ég veit ekki veit hver það Já, núna þetta EM í gangi og allir að fríka út en ég Já, held að sáu þið leikinn með Spán og Ítalíu? Nei, Já, hann var rosalega spennandi Það var búið Áfram Ítalía, sko Já, það var búið að lengja Já, þetta var komið yfir 110 mínútur held ég Það var vítaspyrnu keppni og það munnaði einu marki minni mig Er ekki úrslitin í dag? Nei, það munaði einu marki Þau eru í kvöld Það munaði einu marki og Ítalía unnu þetta Ég ekki Gummi Ben Við erum að taka tilbaka miðvikudegi þannig þetta er svolítið úrelda fyrir þetta kannski Það er hlusta þá Þessi leikur var í gær Já, en þessi þáttu kemur inn á sunnudaginn Þá vita allir hver Hverju aftur að keppa í úrslitunum? Það er Ítalía og England held ég Já Ítalía, England Já, ég held það Áfram Ítalía, búin að vinna tvö verðmannustu sigur Já, ég held með Ítalíu og það England stelur alltaf fucking þorskunum okkar Já, og út af því að þá eru þið bæði búin að vinna Eurovision Já, heilan þorsk inn í fristunum heima hjá mér Já, sem betur fyrir eftir ekki englendingur Hörði, en þarna í dag þegar ég ætlaði að finna eitthvað þau fyrir segja satt þá var ég bara að munna til hérna Það er tyggja á bókinni Fyrir fokkan sittur tyggja á bók Þetta er að ég kennar þetta ekki bara Nei, þetta er tyggja Ok, oi Talaðu það Herri, já, ég var að fara að reyna að finna sögu fyrir þeir og satt Þessi frábær en ég er alveg sem hann veit þetta Þannig ég ætla bara að deila hann hér Ekki þeir og satt En já, það er þannig sem sagt að ég var að fara til Magga Þetta var fyrir nokkrum mánuðum og ég tók lyftuna, ég veit ég af hverju ég fór hangað inn og það var gægin sem var á undan, hann var búin að íta neyðarbjölluna og það var bara eitthvað gægi inn í þessari neyðarbjöllu það var eitthvað, er ekki alltaf lægi, er það kvikna í hvað ertu festur, ég bara, nei Við fórum úr lyftinu svo Nei, ég bara fór inn í lyftuna þá þá ég bara neyðarbjalla maður í gangi það var eitthvað gæi, hvað, er ekki alltaf lægi ertu fastur, og ég bara, nei, það er alltaf lægi ég veit ekki hvað er í gangi þetta var bara alveg vitleysa það var bara eitthvað maður sem bara íti eitthvað gera eitthvað neyðarbjalla Þetta er ekki í lagi Ég hefði reyndar aldrei heyrt þetta Það er mjög eftir þegar við vorum svona fyrir svona 1-2 árum þegar við vorum alltaf að þegar við fórum í lyftu þá íttum við alltaf alla takkan inn í lyftunni ég veit 2 poppistur að ég hljóma betur en þið Nei, en það var svona frika vond hugmynd því að síðan var eitthvað kona sem skammaði okkur eitthvað það er bannað að íta alla takkan í lyftunni ég er nú góð með konu og þannig að komin til lyftuna hún skammaði mikið hann að ég ætla að halda fram að gera það Nei, Matti Sprell og þá fættu ég skulum bara þessi en þetta var fyndið að íta á alla takkana þannig það var alveg kaos og engi kost Sko það er ein kona í húsinu mínu sem ég bara meika ekki bara first encounter breyta öllu fyrstu viðbrögð breyta öllu Hvað svo undan því? First encounters, ok, sorry Nei, á undan því Það er ein kona í húsinu mínu ég bara get ekki Hún meikar ekki Já, ok Og hérna, fyrstu viðbrögð breyta öllu Því fyrst þegar ég hitt hana svona og hafði alveg samskipti við hana þá vorum við að fara í lyftuna hún býr nefnilega á 7. hæð hæsta hæðin og ég var að taka lyftuna upp á 1. hæð og hún segi þú veist að það er bara pínu sóun á lyftunni eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað hann sagði að vera að fara upp á 1. hæð hvað, ég lappa nú bara stundum upp á 7. eitthvað
bara fáránlega ég fannst það bara svona síðan þá hef ég aldrei eitthvað vilja að eitthvað vera að spjalla við hana ég skil ekki hvernig fólk nennir að muna alla í blokkinni ég man ekki eins og fólki sem býr í næsta húsi ég man ekki alla í blokkinni ég man bara svona þau helstu sem er ekki bara alltaf að flytja ég bý í húsi með 4 íbúðum sem að hérna búa í minni hæð sko og ég er að segja ykkur ég man af öllum þeim sem búa ekki í íbúðinu minni ég man hvað 2 þeirra heita af ég held 10 Matti þú er náttúrulega mjög slum nöfni ekki? Stað það kom einhver svo bing já þetta var í símanum það er komin tími fyrir þættina lærin hans smakka 13 held ég ok, takk fyrir þetta já 13 byrju, nei Sörðin skil, hvað var þetta? Nú er podcastið á enn nei, þetta er bara, það er 40 myndir eftir að það ég vona að þetta verður alltaf en ég þurfum að ekki fara ykkur að dags já, einmitt, hvað með að við förum í hérna liðin sem við byrjuðum í síðasta þætti hérna það er liðurinn 1 mínúta úr öðru hlaðvarpi nei, það var bara grín já, gerum það aftur podcastið á komið nýtt að segja eitthvað dú ég veit ekki hvað það Nú er podcastið á við verðum að nota þetta sem endurinn á podcastið nei, Matti maður getur hljómar að þau leiðileg frængur svona aftur allir yngra svona, nei, Matti eitthvað frængar líður langsaklega nei, Matti og þetta var skriðið Matti, ég sætti þú vorst að eðilegja þáttum já, ég er alveg sama en já, ég er að byrja minni í YouTube-rás það sem ég er að taka upp inn í rennibrautum Ísland hún heitir rennibrautir og það er ólöglegt nei, ég talaði við lögfræðing og hann sagði að það var alltaf lægi hvað, tekur ekki marga lögfræðingum ekki rífast við lögfræðingum og hún heitir rennibrautir, skrifaði rennibrautir það kemur alltaf hvar heldurðu farði í áskrift hefur ekki séð öll þessi vídeo þar sem það er svona einhver gæi að taka upp svona hanna renna það er oftast ekki á Íslandi reynda, nei en svona, myndi það þá vera banna á Íslandi út að Íslandi er með mjög ströng persónuverndarlög já, ég því vandamálið er þau vilja ekki sýna annað fólk það er, ef þú klippir þetta Íslendingar séu örgulega svona mest cool týpur bara það er með það vídeum á YouTube að fólk fólk er Ísland er ekki mest cool þeir er ekki mest bara rólega týpan í heiminum þeir verður séð Bjarnabenn ég bara að segja fólk myndi ekkit verða reitt eða væri óvart verið að myndi óvart byrtast í mynd hjá einhverjum nei, algjörlega en ég myndi segja það mér er bara alveg segja það mér er bara alveg sama hvað sem sundlega að segja ég ætla samt bara að taka upp ég held að veri meira kannski í Bandaríkjunum en ég veit ekki ef við ætlum að vera að gera þetta með stereotypur og staðalímyndir þá en já, strákar ég steinglindi að gera eitt fyrir þennan þátt og það var það að mér langaði að gera þetta frétta try not to laugh shit sem ég fekk hugmyndina af þarna og þá hugsa ég svona þetta er hvernig ég myndi gera þetta ég myndi þarna sko, ég myndi aðlega svona fá hjálp frá mér menn að segja ég á ekki prentaravél heima og þá myndi ég hvað kallar þetta prentaravél? Prentara ég hef aldrei segja prentaravél og þarna og þá myndi ég skrifa niður brandara úr baggalútur.is það er frábær síðan og kannski búa til líka svona stuttar grínsetningar inn á milli eftir bara mig og svo þarna ykkur sem er valinn til þess að lesa þessa brandarafréttir og ekki hlæja sem er ég líst ekki á þetta og þetta ég er svo ófyndin þú átt bara að lesa brandarana úr baggalút já, ég veit, en því ef ég þarf að skrifa hvað var þetta grínfréttir nei, þú þarf ekki að skrifa ok, takk Úlfur skrifa bara alltaf, mér langar samt að prófa að skrifa en ég væri svolítið ekki fyndin heldur sko, ég er að segja það er vefsíða sem heitir baggalútur.is ég veit hvað baggalútur.is er ekki ég
sem eru brandara fréttir sem þið bara skrifa niður á tölvu eða eitthvað. Bara copy-paste á Já, bara copy-paste, já. Ég alltaf að gleyma því. En takk fyrir, Arnmundur. Afrita líma verið íslenskara. Afrita líma. Afrita líma. Afrita líma. Jó. Þetta var low-key fannar. Syngjum við svona makka samanlagi svona afrita líma og taka... Afrita líma. Copy og pista. Ok, en ég var bara að hlusta á hann. Bara leiðan kom inn, byrja að hlusta á hann. Ég nákvæmlega ekki að klára hann fyrir kvöldmann. Og þetta var mjög góð þáttur. En það var eitt sem kommentaði. Það var eitt sem kommentaði hvernig ég breyttist í kött bara í miðjum þætti. Ég gerði bara kattahljóð alveg óvart. Ég get spilað það handa ykkur. Ég skal spila handa ykkur. Brot úr öðru hlaðvarpi, 1 mínúta. Nei, þetta er við. Eftir það skulum við fara í ykkur dagskráðið. Já, einmitt. Af hverju ekki segirðu satt? Já. Það Arnmundur að skrifa eitthvað á miða. Skiptir ekki máli. Það er ykkamál. Ég sá ekki hvað stóð þarna. Nei, gott. Þetta átti nú ekki að Ég er vera. ekki að fara að nota voice control. Þið áttu ekki að fara inn í þetta samtal. Arnmundur, þú spilar það þegar ég veitst í kvöld. Ég er ekki með internet. Já. Það þarf ég að kíkja á það. Þessi manneskja Allt í rugli og þú varst að kveikja. Það er glens og gaman í bumbunni minni. Já, syngur með Úlfi. Það er glens og gaman í bumbunni Ég er svo minni. rosalega hræddur að ykkur muni bara byrja á einhverjum bara rosalega að ykkur muni bara byrja í miðji podcast og heyra bara eitthvað algjör vitleysu bara oh my god, hvað er í gangi? Það er glens og gaman. Ok, hlustu þið Gæti núna. komið dagsfélagið sem við erum að hlusta á. Hlustu þið. Heyrðu þetta? Já. Þetta var... Ég væri svo smá Já, að spila þér. Nei, bara hvað varst að gera, Matti? Ég veit ekki. Ég er búin að hlusta öll lögin í áhruna 8 sinn. Þetta var ég. Það er mér setja á gerðurna. Nei, byrju. Er ekki svarthöfði? Ég þekki. Nei, hann er Jedi. Ég þekki þá bara. Ok, maður ég klára. Og það segir eitt með Twitter. Já. Ég veit ekki hvað þetta var. Nei. Kannski var þetta ég eða Nei, þetta var ég. Ég var einn sem var að tala þarna. Já, kannski var ég. Ég man eftir að ég var að gera eitthvað svona. Það var þannig. Og óvart gerði þetta ljóð. En hvernig ætlum við að spila þjóðsjölaðið? Hvernig er það? Spilum það. Ég var bara að gera núna. Jú, já, gerum hann bara. Sko, njótið að við skiljum ef að þið hatið þetta, við skiljum ef að þið elskið þetta, en við erum bara að spila þetta til gamans og svo gleymum við þessu. Þú ekki bara að taka aðra umferð síðan af auglýsingar hér bara á okkur öllum. Do you want to make $1,000 today? Já, Perfekt fyrir viltu vinna milljón. Alla bara njótið þið. Ekki viltu vinna milljón. Njótið, þetta er bara eins og njótið, þetta er eftir FM 95 blöð. Við erum bara að spila tónlistu svo önnur hlaðvörp gera. Bara góð í stað. Bara njótið þið. þið. Að syngja með. Nei. Jú, ég veit það ekki. Við slökkum allavega á mikrofónuna. Nei, ok, já, við slökkum mikrofónunum. Og við syngjum bara með til gamans. Það er loksins komið að því. Ég fer á þjóðhátíð eftir langa bið. Nei, Arnur, nei. Ok, já, það við viljum heyra útgáfuna þessi. Við erum ekki að syngja, hlustu það á. Syngjum við í Hendur á loftið komið að því. Popputurna. Ég meir á þjóðhátíð. Strákar, hafið það slagir á? Það getur geggjala. Komið að því. Við stöndum öll saman aftur á ný. Syngum að því. Þetta var Gils. Gils, helviti skilsarinn. Fucking Svo segir við eitthvað náðu ykkur í vodka túnborg og gera ykkur klár.
Hei Hann kemur Steindi Yes Stóni Blanda með ferskjönd og Maggi við sér Skál Hann heitir Sigurður Hlaðversson Brekkunni Jesús Þetta algjörlega geggjalag Maggi ekki að njóta sín núna sko Nei Afsakið Ég heyrði ekki í þessu lagi Þetta var svo lágt Ertu að reyna að hlusta á þetta? Já, mér langar að alveg að heyra þetta almennilega. Vera þjóðhátíð Ég bara reyna að laga poppfyllt Vera þjóðhátíð Komið að því Stundum ekki saman aftur að nýtt Setnið að flyna við komið að því Hendur upp í loft Hendur upp í loft Hei Þetta hefði verið perfekt fyrir þarna ballið á Reykjum sko Já Þjóðhátíð Sverrir Bergmann Hei, Maggi við séum bannan Þjóðhátíð Hei Komið að því Joanna Okay, we need your beautiful voice Af hverju ertu að tala ennsku? Já, þetta er Rauti hérna Já, Við Jóhanna, höldum að við það var þurfum þess að geta fallega sungið röddina fyrir þína. þjóðhátíðalagið Jóhanna, við þurfum fallegu röddina þína Joanna we need your beautiful voice Íslensku Jóhanna, við þurfum fallegu röddina Hvað við þína sittum á láter núna Láru En Steindi var með besta partinn sko Það var lang besti partinn Nei, Sverrir Bergmann Nei, helviti skilsjónum Nei, það var Steindi Þetta er bara Ok, við samanlega Við ættum ekki tala meira um lagið Ég er ekki Stoppa lagið En mér langar bara að koma einu svona aðtöðasemd Magnús, ég var að þykja eftir að þú hatar Gils Hatar Júrógarðin Þú hatar FNÍFum blöð Hvað er að þeim? Þeir eru bara Gils, kynferðisbrotamæður. Ekki sannast Það var ekkert sanna maður Megum sjá sönnunargagn Hvað ég að segja? Hann er bara að leika einhvern ákveðin karakter sem er eitthvað svona Í fyrst Hann er bara karlremba, það er bara málið. Það gerir hann sérstak Já, það er svo fyndið við hann Við erum frábæri dómarar Hann er í alveg fallegasta karlrembu sín sem ég hef séð En já, Maggi, þannig að hvað En Júrógarðurinn Það fellur bara undir sama flokk og steipustöðin hjá mér. Bara, Nei, Þetta er miklu finnara en steipustöðin sko. sko Allt annar húmor, miklu fyndnara Svo er líka Jón Gnarr í Þetta þessu er mikið ólíkara Júrógarðurinn er frábær fyrir steipustöðin ömurleg Það bara er ekkert að bera þetta saman sko, þetta er svo ólíkt Baddi er líka besti karakter sko Og líka FNÍFum blöð ég bara hef aldrei hlustað á það. Það eru frábæri Af hverju hefur þá svona mikla Og svo Gils er í því það er ástæðan. Ég veit alltaf Úlfur Því finnst ekki FNÍFum blöð Nei, það var þetta því að ég prófaði henni svona hlustað og ég hlustaði á bara svona nokkra mínútur af því. FNÍFum blöð jálfur ágætt Ég hlusta eitthvað einastum þátt Og þeir eru komin í sumafrí og það er ekki nóg gott Og beint í bílinn er líka komin í sumafrí Svo ég er að bíða þeir beint í bílinn á þjóðatíð Eða tvíhöfða Hvenær getur Pétur, Jóhann og Sverrir Hvenær kemur crossover aldarinnar? Beint í bílinn X tvíhöfði. Strákar, Ekki nota X svona Maggi Strákar. Það hljóðar mjög illa hvenær förum Ekki við á þjóðatíð? Hvenær fáum við að gera þjóðatíð? Næst á Mér langar aðeins að gera svona jólafríalag Eitthvað svona rosa eitthvað DJ Mossulboy fílingur í eitthvað jólalagi Ok, afsakið, ef við gefum þjóðhaldilagið Gera þjóðatíð Ok, sakkar, ef við gefum þjóðhaldilagið Dips á rappartinn Stágar, ég hef Dips á viðlagi. Ég sé Við erum allir fyrir í mér viðlaginu. svo Nei. mikið við Ég er að búin að búa dipsa til það. tónlist sko Já, Svona grín tónlist við hefum gert mörg grínlaug Þú menna kannski spila getur maður setna Já, en þeir eru svo það er alltaf mikil spugstofu fílingur í því Við verðum Hvernig að gerir spugst þú á þjóðhaldilagið? Já Mér langar að sjá Örn Árnason rappa Ég skilur það Nei, mér langar að Kalla í viðlæginu. Hann er að Nei, mér langar að sjá Örn Árnason vera í það Sverrir Bergmann hlutverkinu Það er komið þjóðatíð Já, það mennur oknir og rauðum teppilsblæðri
Herri, en já, hann hefur líka rappaði í einu spaukstofulagi sem hét þarna Milljónir Skriljónir. En já, það gott lag. En já, þarna Ef spila það seinna eða? Já, ég lóka hætturinn. En við verðum ykkur tíma að gera DJ Muscleboy feeling í lögunum okkar. Herri, við þurfum að fara að það dagskrá. Við erum búin að, það eru 35 myndir búnar. Ok, jæja, hvað með að við byrjum á myndir fyrir milljón? Ok, myndir þið fyrir milljón. Já. Taka þátt í stríði þeir eru fullorðnir. Nei. Ó, vá, þeir voru Ég manna mjög ákveðnir. En þú, Matti? Ég veit ekki. Eftir hvað stríð var að taka þátt í? Myndið þið fyrir milljón? Myndið þið fyrir milljón horfa á allar Disney myndirnar? Já. Það eru svona alveg 200. Meinur þá, ertu að meina Disney Animation Studios og Pixar? Nei, bara allt sem Disney út af hverju slögt á Big Bottom hjá mér? Úlfur, slögtur á Big Bottom hjá mér? Út af ég veit að þú ég er ekki hvernig ég ítti hérna á ég er í stillingum hjá mikrofónum mínum. Hvað þýðir Big Bottom? Ég ætla að slekka á því. Ég veit það ekki. Ok, svona, fuck, út af En þarna að horfa á allt sem Disney hefur gert, það er bara fucking... Ok, ekki þættina. En svo mikið að þessu eru stuttmyndir. Já. Ég er að tala um allar... Eins og Pixar stuttmyndir. Pixar hefur gert 200 stuttmyndir eða eitthvað. Nei, ok, ég er ekki, en mjög margar stuttmyndir. En Úlfur, segð þú núna. Myndu þið fyrir milljón? Þýðir alltaf að sé Úlfur. Myndu þið fara til útlanda alla leið á eitthvað Chuck E. Cheese stað til þess að þefa fæturnar alveg svo gæin úr Arcade Craniacs gerði og svo fara alla leið aftur til Íslands og þá mun Úlfur, ég horf ekki á Twitch Úlfur, ég var ekki Twitch og þá mun Sverrir Bergman borga þér milljón. Já. Ok, byrju, þefa fæturnar hverjum Chuck E. Cheese. Ok, já. Hver er ekki að þefa fæturnar að Chuck E. Cheese? Það er svona ég alveg að tala. Já, mér langar að koma og líka, Mattías, þú veist hvað Arcade Craniacs er? Hver Arcade Craniacs er? Það er geggjur rás. Hún er geggjur. Það er alveg fyrstu svona 3 AM challenge youtubera sem er í alveg sko, Rásinn Spaukstofan á YouTube, hún er aðeins betri sko, sorry. Afsaki, já, ég verður að segja hún er betri. Já. En samt og sjómli. Arcade Craniacs er besta 3 AM challenge og rennibrautir. Já, hún kemur í kvöld. Rennibrautin. En hvað þú með í myndir fyrir milljón? Myndir þið fyrir milljón? Gera 10 eða fá vinna fyrir IGN og gera mjög svona svona sönn review á hlutum. Já, eitthvað sem er ekki sammála. Má ég bæta við hvernig mjög margir á IGN sem er því tölvuleikja, út af þetta er tölvuleikir, þetta er allt að tölvuleiki, hafa mjög margir sem noti alveg ekki alveg nöfnin sinna við þeir. Ég verður svona viðurkenna við erum svolítið byrja svona, við erum alltaf sammála núna bara. Það er alltaf óhuga bara, já. Ég var einn sem myndi mögulega að taka þetta í stríði. Það er mjög leiðilegt að vera sammála af öllu ef maður er að hlusta á podcast. Já, annars eru bara hlut. Þessi þjóðhátíð er það gott. Já, ég er mjög sammála Stína. Ég er mjög sammála. Allir FNÍ-blöðstrákarnir og beint í bílingsstrákarnir og tvíhæðarstrákarnir eru allir sammála, þeir hata allir svona þjálfsakur. Ok, Sakar, ég segi við þeir hata þjálfsakurkassa. Skulum við segja við hatum þá líka bara, ég finnst það mjög skemmtileg. Ég hata ekki þjálfsákurkassa. Ég finnst það fænir. Stókur, ég veit ekki af hverju. Já, ég hata það líka. Stókur, ég er svo pyrrandi nei, þetta er ekki að púksa. Já, og mér finnst það vera orðið skárra sko. Vala Kristín, hún er frábær. Já, en Vala Kristín ekki gleyma vörunum þín því þú ert að fokk heimskur og ég vil drepa ekki gleyma vörunum þínum. Já, takk fyrir, ég var að fara að skilja það eftir. Ég sá líka viðtalið við Völu Kristínu og þú sagði bara svona, mér langar ég alveg stundu bara að biðja viðskiptavinni Krónar afsökunar og ég skil það mjög vel. Ég myndi ekki vilja sko, þetta myndi kannski verið í myndinu frumjölu. Myndi þið, ef að Vala Kristín myndi hætta, myndi þið taka gamla starfið hennar? Já. Nei. Já, reyndar, ég myndi gera það. Ég myndi vilja vera reyna að gera bara ólíflega. Nei, ég var svona, sannlega gleymið ekki vörunum þínum.
Bara eitthvað þú veist, eitthvað sem maður myndi ekki spá í bara minn Úlfur, myndið þú taka gamla starfið hennar? Og ég myndi vera muni eftir vörunum ykkar. Mér alveg sama, enginn myndi þekka mig hvort sem er. Ef ekki bara hvað ég segir satt Eigum við kannski að eigum við að taka aðra umferð á auglýsingum? Nei, stjókar, mér langar Bara einn þátt af því Mér langar að segja hvað skynnaðist og líka eitt með auglýsingar hlýja Þannig að þið megi alveg vera ósammála Já, ég ósammála En ég hef svona hugmynd að ég gæti bara gert að klára auglýsingarnar Nei, ok Alltaf, þá það búið mál Ég held að það er smá pása af auglýsingarnar En eitt annað Armundur, mástu þegar ég fekk hugmyndina af þessum dagskrálið þar sem þú ert að segja svona skáldaður grín sakamál Já, sakamál með Armundur Það var þarna Sjáum til kannski á þessum þætti og ég veit að þú ert mjög góður að spinna og þú ert mjög fyndin Bara við höfum ekki alveg ná mikið tíma held ég Þetta ekki eins Oh my god ég heyri ekki neitt Oh my god, calling siren Þetta þrýja Hei, strákar Erum við ekki að Strákar Hafið þið veltið fyrir ykkur Við erum nú móðga heyrnarleysi sem er að hlusta Við erum mjög mikið að móðga það Þetta var svo Nei skrítið Nei, þetta er aðeins flóknara grín En ok, allavega segðu satt Já, förum bara í segðu satt En við erum eftir að fara í röggræði líka Já, ekki gera segðu satt fyrst Já, ok, ég byrja Betur, ég allir komið að segja Ok, já, ég ætla bara að byrja hvað sem er Mér er drull Ég var einu sinn Ok, ég var einu sinn í gamla dag Stundum langum að taka þetta upp Já, ég var eitthvað að spói hvort við getum kannski ekkert maður verið live á Instagram að taka kannski ekkert Einu sinni var ég í sundhallinni og ég var bara í pottinum og ég var bara chilla, ég var einn Var þetta gamlega eða nýja? Var komið viðbyggingun Ég held að þetta var eftir viðbygging kom en ég var í gömlu pottinum Við erum alltaf að gleyma að setja tíma Það er alltaf, ég er að horfa á og líka, ég er sko að horfa þennan tíma og það er kona þarna og hún bara starði á mig Sagðum, er þetta ekki hérna frétta á snákunni? Nei, er þetta ekki öttin? Nei, en það var bara kona, bara eitthvað hún var svona horfaði rosalega mikið á mig Veist, fyrstu aldrei skýringu á þessu? Nei, hún var bara stöðt að horfa á mig Ég var að horfa yfir Reykjavík og það er í gamli potnum, skóðu upp potnum og ég var bara að horfa yfir Reykjavík og ég var að njóta útsinniðsins og hún er bara eitthvað Mér finnst þetta bara frekar trúður Ég ætla að segja að þetta sé satt Ég held að þetta sé ekki satt Við erum sem Matti sé að búa eitthvað til Ég held að hann sé að reyna að plata Og Matti hefur held ég aldrei sagt lígi í sér satt Jú, ég tvisvar sinnum sagt satt Fyrsta skipti á síðast Hvað er það? Já, það var satt Já, ég hafði rétt fyrir mig Maggi, ég er ekki eins og þú Yes! Eins og þú gerir Ég er bara, já, gaman Ok, Armundur Hvað er ég? Já, ég var með það þessu Já, hún er ekki mjög merkilega En jú, ég þarf að samt að segja hana Herðu, annað, já, ég var Eskið Ég var einu sinni í Bókfimi Já, þetta er logið Ég var einu sinni í Bókfimi-setrinu Armundur kann ekki Bókfimi Og þetta var fyrir svona 3 árum Og ég var eitthvað að skjóta bóða Og þetta fór, þú veist Á skotmarki Síðan beint á mig Þetta fór síðan beint aftur á bak Alveg hérna í mig Þetta hefur gerðst eiginlega með mig Ég skýt stundum Ég var bakfrunarski fyrir stötu Og stundum skýt ég í miðjuna Og þetta fyrir af Og þá oftast fyrir þetta til hliða En þetta frekar neðar Hvar fór þetta í þig? Þetta fór bara í bringuna Og í mig sko Og sko, ef þetta gerir svona Þá fyrir þetta niður Og Armundur sem ég veit að skýtur ekki sérlega fast Nefnilega Nei Þá myndi ég segja að þetta var logið Og Armundur skýtur ekki sérlega fast Og maður myndi þurfa að skjóta frekar fast Til að þetta myndi gerast Já, ég trúi þessu ekki sko Úlur
Ég var hrættu við trúðan. Hvað segir þú, Úlfur? Þetta er logið. Úlfur, hvað segir þú? Ég heiti Úlfur. Úlfur, Ok, Úlfur, segðu bara hvort þið satt. ok, allt í lagi. Ég segi að þetta sé satt. Satt, þetta var satt. Já, þetta er satt. 0 rétt hjá mér. Skjóta. Já! Þú ert virkilega að taka svo alvarlega, sko. Þetta var í fyrsta skipt sem við fórum í bókfeima. Þetta var fyrir svona 3 árum. Það var að gleyma gamla töktum og svona. En þetta bara gerðist. Ok, nú er komið að mér og ég hef ekki sögubítu. Var þetta ekki vant? Úlfur, við vorum að spyrja á þann. Var þetta svona, var ekki eitthvað beitt örin? Þú veist að þeir megi bara ekki að hafa, þú veist, þetta Þetta er oft, þetta er bara kúlulega endægilega. Það er svona mjúkum endægilega. Það er bara bannað að hafa. Já, ég skil. Þetta er öryggis. Ok. Ok, reyndar, ég var að muna eftir ykkur. Þannig að það var sko þannig að ég var svona á Klambratúni og það var, þið vitið, það var 17. júní og það voru trúðar og svona. Og það var pullur og Sveppi Krull og Pétur að ríða í Kjarvalsstöðum á baðinu og Steindi að pissa og Steindi, Utti og Gils í trekant. Það var allt í gangi, sko. En þannig, já, og ég var svona á sýningunni þar sem trúðarnir eru og svo þegar þeir voru svona hættir að sýna þá var hann bara svona að labba framhjá og hann rétt svona raskjaldi mér lausuna var þetta ekki gaman? Hver? Og labbaði svo bara Trúðurinn. Já, trúðurinn. Þú minnum að við heitum Jólasvein í afmælinu. Já. Herru, við segjum það kannski ekkert mann sýna. Það er svona framhaldssaga, sko. Ég veit ekki. Já, Maggi, þú varst mjög hlætt við það. Þú var svona... Ég man ekki eftir jólasinni afmælinu. Við vorum með því Smáralendina 2019. Ég var svo glaður. Ó já, alveg rétt. Maggi, þú varst alveg svona. Alveg rétt. Armundur, þú ert svo... Þú var svo hrættur að þið myndu borða þig, Mattías. Ég var glaður, Úlfur. Ó, ertu með war fetish? Já. Og ég held að þetta sé satt jólu. Ég set sér satt. Býti, hvað, já, ég ætla að segja satt. Þetta var logið. Já, reyndar Ok, ég er búin að ná öllum mínum röngum í dag. Maggi, hættu að monta þig. Segðu. Ok, við skulum allir 3 núna reyna að ná rétti hjá Magga, þannig hann eiginlega fá reynt bara allt. Ok, þannig að segðu. Það verður að hverja að segðu last. Ég er hrættur við að setja fingurinn mínu nálægt viftu af því ég sá einhvern tímann myndband af einhverjum og ég heyrði að ef maður setur fingurinn á viftu og getur skorið endan af fingrinum af. Oh my god. Það er trúanlegt. Satt. Ok, hvað er þessi? Satt. Fákadra kammakalagt eitthvað. Ég heyrði eitthvað. Hann er enda núna með svip eitthvað. Ég heyrði einhver tímann að einhver trúði að þarna. Við erum ekki að tala um trúða, við erum að tala um Nei, ég var ekki að tala um trúða. Ég er að tala um svona trú. En þarna, það var svona þannig að einn frændi minn, hann trúði að þarna, að einn vinur sinn misti andan í 1 klukkutíma og svo vaknaði aftur. Það kallast bara Utti bleið með Instagram sem þið setjum það eftir ný. Og þarna, og þá Lúður, ætlar að segja satt eða lögið? Ég ætla að segja satt. Nei, það er bara það, hann trúði eitthvað að maður myndi gerast eitthvað við. Já, getur Ok, ég ætla að segja það og þannig að við höfum alveg rétt fyrir okkur. Ég ætla að segja að það sé satt með Magga. Og Úlfur? Það er satt. Já. Þetta er satt. Já. Ój. Það var allavega meirulegt Maggi, þannig að þú tapar í dag. Já, er það núna dagsskrálið? Nei, rökræður. Er það ekki ég og Matti? Mér finnst þetta rökræður. Mér finnst þetta rökræður núna bara að vera skrítið. Ég hef aldrei gert með þér samt. En það er alltaf tvísvar. Núna er hver var heimskur síðast? Ég. Ekki með okkur tveim, Úlfur, Maggi og Arnmundur. Við erum búin að gera. Við erum búin að gera 2 báðir. Ok,
Ég ekki búin að gera með þér. Þú ert einn sem ég ekki búin að fyrir ruglaði með. Og Úlfur ekki bara að gera það eða? Það bara annarkvort þitt fyrir annarkvort Ok, Maggi, þú mátt ekki vera heimskur það bara Ok, flott. Ok, hvað aðstæður eru að hafa? Við verðum að vera Þetta bara Eitt með ruggraði Nei, vilt þú vera heimski, please? Nei, Maggi, þú varst með heimskur En sem eitt með ruggraði Ég held að við ættum ekki, þú veist Ég held að við ættum bara alltaf að skiptast á Já, það rétt. Nei, Armundur, þannig að ég ger einu sinni sem ég heimski Já og svo hinn heimski og svo því Ég held að við bara skiptast ef að hafa, þú veist, mann til þess að vera með okkur í ruglaðinum Já, ég sammála. Það mikið léttar að hafa þetta svona Já, en það er svona svolítið erfitt, þú veist, að velja einn Ég held að sé Já, En Armundur, við verðum báðir heimskir Ha? Við erum báðir heimskir, ég heimskur í einu þætti í næsta þætti, þá hinn heimski Já, ok, skiptir ekki máli Ok, þannig að ég að segjum ekki, við spinnum bara Ég er með hugmynd að samt tema. Má ég segja? Ok, hvað er það? Hérna, þú ert popstjarna fyrir eitthvað fræg Nei. og ég er mikill aðdáandi Nei. sem að, ok, hún skil Byrja þú bara. Góðan daginn, þetta borgarbóksafnið? Já, hvað sagðir? Já, ég var að spá hvort að Nei, bókin Hvað gerast á Íslandi 1980 er ekki aðgengileg í dag. Ég er ekki að leita að því ég er að leita af bókinni sögu Íslands allu Byrjuleg mér aðeins. Helviti er þetta að gera hana? Já Ég held við eigum hann ekki til. Já, hvað ekki einhverju bækur á sögu svona Íslands á 19. öldinni? Nei, við eigum ekki hungurleikana. Já, Ísland 1990. Ég sá 19. öldinni. Já, 19. öldin. Það er 1800. Já, ég eigum hana. Já, þú verður bara að koma. En einleginn til að fá hana er að gera kynlífi með mér. Hvað? Nei. Heyrðu, ég á konu. Já, þessi kona má bara fokka sér. Já, góðan daginn, er þetta bókasafnið í Mosfellsbæ? Hæ. Já, góðan daginn. Þetta er sameiginlegt þjónustuver. Já, góðan daginn, er þetta bókasafnið í Hafnarfirði? Hæ. Þú getur ekki að fara þetta með. Ég tók yfir línuna þína. Good morning, is this the Public Library of New York City? Yeah, hello there. I'm John. What you want there? I'll just stick to that. Já, Hæ. Elskan, ég þarf að segja þér eitt. Við höfum ekki neina, við erum ekki að finna neina bækur, þetta er bara þess að helvitis kona aftur. Já, góðan dag. Ég mæli með bókamarkaðnum ef þú ætlar að fá okkur almennilegar heimsku helvítis bækur. Einn heimskur en þú er náttúrulega. Ég hef aldrei lesið bók á ævi minni. Já, ég var að spá með barnabækur, sonurinn minn var að koma hvað í einhverja barnabækur. Við eigum 50 Shades of Grey. Veistu hvað, já, þetta er bara gott fyrir mig. Já, við eigum líka. Nei, veistu hvað, við eigum líka. Veistu hvað, ég nota bara bókasafna aldrei aftur. Nei, já, þetta var allavega ágætt. Þetta er allavega ekki að vestu. Ég hló ekki einu sinni. Nei. Þetta var bara leiðilegt. Það er svo erfitt að gera góð svona. Ég er ekkert fyndin þegar ég er að spinna. Ég er svo, eiginlega húmórum minn þegar ég spinn er líkamlegur. Herðu, en þarna við höfum eina sem eftir að fara í símatið. Já. Síðan og rata hvort þetta og spila alltaf með Erni Árnason í lokin. Sorry, mér langar ekki að vera leiðilegur, en mér langar bara helst að klippa út þessar rugræður. Nei, það er ekki það versta sem við höfum haft. Við erum ekki að vera að klippa þér í burtu, sko. Þetta var ekki alveg svo. Akkur er alltaf verstu rugræður með mér. Förum bara í símat. Þú varst að segja þér rétt á þeim. Förum bara í símat, eða ekki? Jú, gerðum það bara. Herru, við erum að spója eitthvað matti eða eitthvað. Ef að taka matta. Ég er að ringi matta. Nei, vilt þú líka matta? Ok, hvernig hljóma ég? Djöfulsins snillingar! Alveg eins og
Matt. Ég að segja það. Og ég var að hringja í Matt Eyði Margarítu! Eða hvað? Djöfulsins snillingur Dominos! Já, alveg. Ok, Hvað hefur þú að færa mig? Hringjum bara í Matt. Nei, við erum ekki að fara að hafa einhverja mannesku sem við veitum hvað heitir í þættinum. Eins og með pizzastað allavega og þess að við erum að hringja í einhver þjónustuvel, þá vitum við allavega ekki hvað. Eigum við að hringja í Borgarbókasafnið? Nei, það verður ekki liðn út. Nei, við slum ekki að hringja það. Hvert var hringja? Hvað er hringja bara hvað í nettu eða hvað þannig bara, einhverja búð? Ég gerir henni, Hátiksbúðina. Nei, veistu. Já, Hátiksbúð. Það er með símanúmer. Nei, veistu hvað, mér langar að hringja kannski í svona Subway og mér langar að vera svona Subway. Ég vil fá tómat, agúrku, kál, smjör, brauð, annað brauð Herra, við höfum ekki heimsendingu. kjöt, svín, lifandi svín, íkorna, hnetur, aðra hnetur, fleiri hnetur. Ég kom með númerið hjá Subway, ef ekki bara gera þetta. Já. Kýlum bara á þetta maður. Ok, smásund. Betur, af hverju það ekki? Það gengur alltaf svo illa að gera símat. Ok, hringdu þá í hlöllabát. Subway er grannlega ekkert með neitt hlöllabátur. Það er skrítið. Þeir eru líka samlokustöður. Og þú myndir þau hafa en ekki, og þú myndir Subway ekki hafa, og þú myndir hlöllabátur hafa. Ég skal gá hvort að hlöllabátur hafa svona. Ég held þau hafi Tækar. Hlöllabátur. Nei, þau hafa ekki. Ekki. Hvað með við kíkjum í Tækar, bara hringjum í Tækar. Tækar, já. Halló, A player. ég heiti Hamar Kamarsson. Þið hafa ekki beint eitthvað sem Ég heiti Hamar Kamarsson og ég hétu þess að auðlýsa tímanámskeið. Þú ert að fara að leika matta. Herru, hvað, getur prófað þú veist Ég er ekki viss með að leika matta. Jú. Ok, hver annar getur gert rosalega góð svona... Já, Úlfur, þetta er bara besta eftirherma. Ok, er einhver annar hérna sem getur gert rosalega góð eftirhermu? Bara þannig punkt að maður getur vel sagt. Ég held nefnilega ekki, sko. Það er engin svona góð. Þannig... Hver í öðru sæti? Ég veit það ekki. Ég vil fá gúrku, tómata, Já, Úlfur, þetta er bara flott. radísur, En veitu, Subway mjút. íkorna, svín, annað svín, kjöt. Subway mjút sem er í breiðholtinu. Þið hafa sér, ef við ekki hringi þá. Breiðholtinu. Ok. Þetta er mjótin. Þetta er mat. Já. Og síðan skal segja svona, þið eru, nei, bara grín. Ég er ekki mati. Nei, bara grínast. Herðu, gerum Ég þetta. er ekki matti matt. Hún er svo skekkilega. Halló, þetta er Matti Matt. Ég vildi bara smá hvort að ég geti fengið samloku með tómata, káli, radísu. Ég vil líka fá brauð. Prófum þetta á hvern annars. Við verðum að prófa þetta á hvern annars. Já. Oh my god. Annars endum við með Pizza Hut. Fólk er bara alls þar á Íslandi að spá hvað er öll þessi Já, síma. prófa. Subway Akureyri, við erum að prófa í það. Ok, tilbúin. Ok. Er þetta saman? Nei, það getur ekki. Ok. Að hafa samband við Subway. Samlokumeistarar okkar eru uppteknir við afgreiðslu og munu svara eins fljótt og mögulegt er.
Þú getur lagt inn pöntun fyrir veisluplata á subway.is. Þú getur lagt inn skilaboð með því að íta á 1 og við munum hafa samband við fyrsta tækifæri. 1. Ok, við skulum það líka á Akranesi prófum það. Við erum bara frá 1 viðbútt. Síðan við skula Árnason og síðan þetta bara búin aldrei. Annars gerum við hljóðið. Mér finnst þetta bara mjög fýtt aftur. Svo getum við líka sett á Dangerous með Gils. Dangerous girl, I'm yearning for you. Já, halló, þetta hann Matti Matt. Ég var að spá í hvort ég geti fengið langklokku með tómata, gúrku, radísu og líka káli, auka kjöti með öðru kjöti, margar hnetur, íkorni og líka smá tómatsósu, baunir, alls konar baunir, bara hvað sem líka fleiri hnetur, þá svín. Ég bara svo snilt maður. Þetta hefnast. Já. Ég vildi vera að fá viðbröð við þessu. Já, það verður ekki Ég heldur alveg viðbröð smá. Já, þetta svona kona sem húmor. Já, almennilega. Erum við búnir að ætla að gera Hérna bara svona, velkomin í Subway í mjóttinni. Og við gætum gert einhvern tímann. Það væri með eitthvað tíma svona. Já, velkomin, það bara lókboks. Nei, það var ég fekk húndreinu. Ok, ég ætla að leika. Þannig að þetta var fyrst. Já, góðan dag, velkomin að Subway Akureyri. Og við segjum ekki snerta mikrofónun eitthvað svona. Og við segjum, afsakið, þú ert að tala við Dominos. Já, það verður enda frukant. Og þið verður svona, nei, þetta Subway, já, nei, þú hringdir, ég frekar prófum bara að hringi Subway. Stafar, mér langar svo mikið að prófa að gera Prófum í kringlu. Stafar, mér langar Subway kringlu. Stafar, mér langar aðeins að prófa, mér langar svo mikið að prófa að gera þetta sem ég svona kona með ógeðslega daufar og svona, já, halló. Við gerum það í næsta þætti. Og það var kamar sem verður maður heyra því svona tala fyrir þetta svona sem hingurinn. Já, þarna fyrir pizza, eitthvað Dominos sem gaurinn hjá Subway. Og Amri, getur tala bara. Og ég líka gaurinn hjá Subway. Nei, Amri, getur þú tala svona eins og þú værir að gera símatið. Já, eins og þú væri, ekki samt gera það. Svona, já, góðan daginn, þetta Dominos. Ég held að vera svona meira, já, góðan daginn, velkomin á Ísbúð Huppi í Garðabæ. Já, ég líka gaurinn sem að vinna þarna. Ok, ég skal bara leika einhvern mann sem vinnur hjá, ok, nú við ætlum að gera hann að ég vinn hjá Ísbúð Huppi á Garðatorgi. Já. Og ég ætla að segja og við ætlum að láta þess og við ætlum að rífast hver hringdi í hvor. Já, mér er betur á að segja eitthvað svona já, góðan daginn, þetta Subway í Laugavegi, eitthvað svona, já, góðan daginn, eitthvað svona, er þetta Dominos? Ég finnst Marta hugmynd betri. Það bara, ok, en ég ætla að láta þess að þetta sé bara Ísbúð Huppi í Garðatorgi. Já, ok. Ísbúð Huppu. Þetta er kringlan. Ok, smash or pass og Huppu. Þetta er kringlan. Smash. Já, góðan daginn. Að hafa samband við Subway. Samlokumeistarar okkar eru uppteknir við afgreiðslu og munu svara eins fljótt og mögulegt Þú getur lagt inn pöntun fyrir veisluplata á subway.is. Þú getur lagt inn skilaboð með því að íta á 1 og við munum hafa samband við fyrsta tækifæri. Ok. Ef hringið annan stað eða bara eitthvað. Bara eitthvað þýst bara eitthvað þýst einhvern matsölstað helst. Já, hvað já, þetta á hvað? Við getum hringt í Hlöllabát, nei það var ekki með númer. Prófum bara Hlöllibátur. Hvað með eitthvað sem bara á Akureyri, Greifan, já. Hvað með pítsuna?
Já, pizzan. Nei, við erum búin að gera svona marga pizza. Þá er Já, en ég meina komið að enda. Pizzan eða aktutakti, hvað segir þið? Aktutakti. Ok. Aktu. Hvað með að við notum eitthvað hljóð til þess að setja á og meðan við hringjum í eitthvað? Hérna, 8 and take. Af hverju hringjum við ekki í eitthvað og svo setjum á sprengingu eitthvað og meðan það er verið að... Afsakið, bærnum mitt komið sprengja Hvort þú að gera á Skúlagötu, Fellsmála, Stekkjabakka eða Garðabæ? Bara Skúlagötu. Það er einn sem ég færði í þannig að við skulum gera það þar. Ok. Já, góðan daginn. Af hverju hringjum við ekki í eitthvað? Garðatorgi. Aktutakti Skúlagötu? Góðan daginn, þetta er ísbúð huppi á Garðatorgi. Hvað segirðu? Þetta er ísbúð huppi á Garðatorgi. Já. Hvernig maður hjálpar? Hvað segirðu? Ég ætla að fá að láta þið tala við varstjóran, eða yfirmann eins og. Afsakið, nei, varst þú ekki að hringja? Voru við að hringja? Ég held það, já. Cynthia, were we calling... Er þetta eitthvað svona grín eða eitthvað? Nei, við skellum bara á. Þetta hefnaðist. Yes! Já, herðu. Skiptu fyrir erði farði í áskriftstaðna rennibrautir af svona veit. Við þurfum að hætta þessu. Endum að Örni Árnasyni. Er podcastið á En við þurfum núna bara Örn Árnason að syngja þarna Þetta var svo cool. Kórin. Ok, 1, 2, og 1, 2, 3, 4. Sjáum hvort að ég er nákvæmlega að passa við hann. Bibi, smönd. Ég er að reyna að finna þetta lag. Sagan, ok, Sagan, við skulum bara búa til okkar eigið, Sagan, búum til okkar eigið, það er sama segir. Það er allt á haus, íbúðinu sem þið leigir. Stágar, mér langar ykkur er bara leigir. Stágar, mér langar í alveg að prófa að svona hjá karlakofanum að við munum koma með svona spurningu hver er fyndnastur af okkur fjórum. Og þá verðum við bara að virða þá skoðanir. Mundur ég að Matti. Nei, þetta er ekki spurning um hvað ykkur finnst, þetta er spurning um hvað hlustendum finnst. Já. Herði, ég er ekki alveg að finna þetta lag, þannig við þurfum örgulega bara að setja á þjóðlegu. Nei, ég held að við þurfum bara að hafa því miður í næsta hætti. Setjum á látur. Nei, setjum aðna ráðamenn Ragnar og Rauðum Taflisblöðlu. Við erum búin um það. Við þurfum að gera hvað nýtt. Setjum á látur. Ráðamenn Ragnar og Rauðum Taflisblöðlu. I'll be waiting. Þú sé fjandinn. Yeah. Herði, hvað bara við Herði, I'll be waiting. In the moonlight. I'll be waiting. Nei, það er svona. I'll be waiting for you. Nei, það er svona. I'll be waiting in the moonlight, eating crackers, watching movie. I'll be waiting in the moonlight. Yeah. En við getum að lenda okkur góða lagi. Látur. Nei. Eitthvað svona spugstofu eða fúrsbræður. Alltaf fara að vera spugstofu. Þetta er bara Dangerous Girl. Já. Hættu. Má ég sé einu sinni velja lag? Úli, vissu hvaða lag það er? Bara einast þetta. Hvaða lag ætlar að velja? Búin að ákveða takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta. Dangerous Girl, Mogo Jacket. Yeah. Ok. Hingað komið hljómsveit. Afsakið það smá. Out in the street, feeling the heat.
The heat is burning, and I am yearning for my dangerous girl. Danger girl, she's coming to the street. You to meet. Dangerous girl, I'm yearning for your love. 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 Heat is burning, and I'm yearning, yearning, yearning. Danger girl, I'm yearning for your dangerous girl. I'm yearning for your love. Dangerous girl, I'm yearning for your love. Dangerous girl, I'm yearning for your love. Dangerous girl, I'm yearning for your love.